Haugan, Hauganes við Eyjafjörð ekki stór staður og hér býr ekki mjög margt fólk, en hér býr duglegt fólk sem alltaf hefur bjargað sér. Meðal þeirra fyrirtækja sem setja svip sinn á staðinn ekta fiskur sem hefur starfað í mörg ár og nú 5. kynslóðin að taka við. Sko, á undanförnum árum hún búin að breyta svolítið þar sem við erum búin að stækka svolítið við ykkur og við erum búin að byggja veitingastað og heitapotta aðstæðu og tjaldsvæði. Þannig að þetta orðið svolítið meira en bara þessi litla fiskvinnsla sem búin að vera hérna í öll þessi ár. Og, en auðvitað höldum við áfram alveg á fullu í fiskvinnslunni og erum þar að vinna alveg dásamlega saltfisk sem við erum þekkt fyrir og við beitum ennþá þeim aðferðum sem við gerðum í gamla daga við að gera saltfiskinn og við reynum að halda okkur við það bara eins langt frá vélunum og við getum, þannig að við flökum allan fiskinn sem við fáum og gerum hann alveg að gamla matanum. Einhver leyndarformúla á bakvið það? Eiginlega ekki, það ekki leyndarformúla, bara að hafa þolinmæði fyrir fisknum af því að hann þarf að fá sinn tíma til að fá þetta góða bragð. Hann þarf að vera í saltinu í góðan tíma til að þetta sérstaka góða bragð kemur sem allir elska. Hvað ertu þá með hér? Hérna erum við með saltfiskinn þegar hann á eftir að fara í útvetnun. Og þetta flak hérna búið að liggja í salti alveg í 4 til 5 mánuði til að fá allt saltið inn í kjötið. Og þannig fáum við þetta góða bragð sem allir leita að. Og þið hefur selt hann út allt land? Já, út allt land og líka alveg til Spánar og Ítalíu og alveg mikið þangað. Til Spánar? Já. Bakkalá á Spáni? Bakkalá á Spáni, Það er svolítið skemmtilegt að ég var á Spáni núna í vetur og þar eru þeir svo stoltir af því að vera með saltfisk frá Íslandi, þar sem þeir upp á bjóða saltfisk. Já. Og hvernig gengur salan svona í búðirnar? Núna hún gengur bara ágætlega með að við svona hvernig þetta búið að vera, þá helst alveg salan í búðir alveg vel en það kannski minna út í heim eins og til Spánar, af því að eins og ástandið þar alveg skiljanlega. En annars bara búið að ganga ótrúlega vel með hvað við héldum að þetta stemdi í Já. Og þið fá alltaf nóga fiski, veiðið kannski sjálfur? Við veiðum smá sjálfur, það er einn maður sem veiðir ennþá í þorpinu en annars erum við bara að kaupa úr þorpunum í kring, þannig að við reynum að hafa þetta svona eins og nálægt okkur og við getum allan fiskinn. En þið þurfum að sækja á fiskmarkað? Já, við þurfum að sækja smá fiskmarkað því að það orðin svo lítil veiði allavega miklu minni heldur en var í gamla daga Hvað margir starfsmenn hjá okkur í framleiðslunni? Við erum það bil 10 og við reynum svona að halda okkur í það. Við viljum ekkert vera að stækka eða minnka við okkur eða það er óþarft Þannig við erum alveg minnsta saltfisk framleiðandi fyrirtæki á Íslandi en það besta að mínu mati. Og Hauganesi lítur þetta að vera stór vinnustaður? Þetta er stór vinnustaður á Hauganesi það eru alveg mest megnis að þessu í bæjarbúar eða bara allir. Já. Þannig þetta er alveg góð svona starfsemi fyrir þá sem eiga heima hérna. En hvernig byrjaði þetta fyrirtæki? Ertu ekki 5. kynslóðin? Jú, ég er 5. starfandi kynslóðin hérna á þessu svæði og þetta byrjaði á langa afa mínum sem hét Trausti og hann byrjaði að vinna hér upp úr aldamótunum 1900 með pappa sínum en þá var hann mikill veiðimaður og ég hef heyrt skemmtilega sögu að hann fekk lán frá sveitafélaginu til að kaupa sér byssu en bara með því skilyrði að hann myndi veiða og gefa fátækafólkinu í bænum að borða af aflanum. Hann var mikið í því og var alltaf tilbúinn að stökkva og skjóta það sem hann sá, það sem reiðist bara næst í. Já. Og svo fær hann og hans afkomendur bara í framleiðslu og þið takið við? Já, síðan bara byrjar þessi saltfiskframleiðsla þá í rauninni og við erum ennþá að beita sömu aðferðum og við gerum saltfiskinn alveg eins með alveg sömu uppskrift og hann var gerður í gamla daga. Já, og umbúðinu stendur þessi 1940? Já, 1940 þá byrjar í rauninni þetta fyrirtæki en þetta byrjaði alveg mikið fyrir það þetta er alveg fleiri kynslóðir aftur í tíman þessi starfsemi en þetta í rauninni ekta fiskur kemur ekki fyrir svolítið seinna nafnið en þetta er meira að minna sama fyrirtæki og var áður.
Og sömu umbúðir duga ennþá? Já, og við erum búin að hafa sömu umbúðir núna í alveg síðan við byrjuðum þessa framleiðslu undir nafninu Ektafiski, Ektafiskur.